Hérna það, Rauði krossinn og hingað kemur fólk með föt og fleira sem það vill gefa í góðgerðir og hér ræður ríkjum Hafsteinn Jakobsson, íþróttafræðingur. Hafsteinn, komdu. Blessaður. Velkomin. Takk. Heyrðu, það er með þessi opið út og allt, þá sé nú ekkert mikill kuldi út inn en það er engin ofsalegur hiti. Er svona mikið að gera að það er bara haft opið út. Já, við þurfum náttúrulega að opna til að ná í fötin út í gámana. Sem séu gámarnir sem við sjáum hérna úti, þar getur fólk skilað þessu fötum og við tökum þetta bara hérna inn og sjálfboðaliðarnir flokka þetta fyrir okkur. En segðu mér, Hafsteinn, sko, hvað er það í rauninni sem að fer fram og þið eruð að fást við? Ég veit þetta er alltaf eitthvað að bætast við. Ef við myndum rekja til dæmis ferilinn á fötunum, sem eru flokkuð hérna, þá erum við að flokka við getum sagt í 3 flokka. Það allra besta fer upp í búðina, sem við kannski getum séð á eftir. Já. Við getum kallað það í annan flokk sem við setjum hér í kassan og geymum þá og erum síðan með markað svona einu sinni í mánuði, svona gramsimarkað. Og svo erum við sem sé í þessu hannyrðaverkefni þar sem að við erum að föndra föt fyrir unga börn og börn upp á 12 ára aldri sem við sendum þá til Malaví og Hvíta-Rússlands. Hér áður fyrr vildum við fá bara heillegt og hreint en í dag segjum við áherslan bara taka allt. Þetta er orðið svona umhverfisverkefni meira. Já, það er sú hugsun að baka þetta líka? Já, það er líka þannig. Til dæmis allt það sem að hér er. Hvað verður þetta? Í hvaða flokk er þetta að fara? Já, þetta myndi vera þá einn flokkurinn í viðbót. Þetta er svona það sem að færi kannski í 3. flokk af þessu hjá okkur að þetta eru föt sem að við mestmegnis seljum erlendis til Evrópu jafnvel. Já. Þá er ég ekki að tala sko fátæku börnin í útlöndum heldur bara alla sem vilja kaupa okkur föt og síðan nýta þeir þau áfram. Hafsteinn er búinn að vinna hjá Rauða krossinum á Akureyri síðan 1992 og segir að miklar breytingar hafi orðið á starfinu síðan þá. Árið sem við tókum móti flóttamönnum hérna, eina skiptið sem við höfum tekið móti flóttamönnum, þá var svona svolítið stökk upp á við. Þá fengum við fullt af íbúum hérna til að vera svokallar stuðningsfjölskyldur, flóttamannafjölskyldurnar og margir af þeim ílengdust í starfi hjá okkur og síðan hefur þetta svona bara undið upp á sig, bæst við eitt og eitt verkefni með árunum. En þessar ágættu konur sem að hér eru, bæði í búðinni og svo hér í flokkunni, þetta er fólk sem er hér sem sjálfboðaliðar? Já. Þetta Rauði krossinn er náttúrulega þannig hreyfing að hún er borin uppi á sjálfboðaliðum. Já. Og þær eru bara hér að gefa okkur tíma sinn, okkur öllum til hagsbóta. Já. Það er fallega hugsað. Já. Eigum við að skoða búðina? Já, kíkjum upp í búð. Já. Heyrðu, þú ert á undan. Ég fer á undan, takk fyrir það. Takk fyrir. Já, þetta er búðin. Þetta er búðin. Já. Þú ætlar ekki að koma? Já. Fullt af konum sem að hér eru að vinna áfram, eins og ég segi, í sjálfboðastarfinu. Já, hér er ansi stór og góður hópur kvenna sem að afgreiða fyrir okkur í búðinni. Fljótt á litið, þá er þetta kvenfatnaður og barnaföt. Já, allir það megi ekki segja það, sem mest af því. Það er duglegastar kannski að versla við okkur. Ég get fengið mér kjólföt. Þú getur fengið þér kjólföt. Já, og smoking. Smoking, kjólföt, jacket, hvað viltu? Já, bara nefna það. Ég er nú ekki alveg inn í þessu gestur, en ég bara kíki hérna á. Þú gætir fengið, eigum við að segja, kjólföt fyrir 7.000 krónur. Það þykir mjög lágt verð, held ég. Ég held það líka. Ég efast að menn fái slaufu fyrir 7.000. Já. Og svo er jacket líka hana. Hvað kostar það? 4.500. Ég held ég verði að hafa með jacket. Ég held það. Og brúðakjólar. Brúðakjól. Já, ég vona að hann hefði nú samt skapa lukku meðan hann var notaður. Ja, hann er ónotaður. Er hann ónotaður? Hann er merkju öll á, hann er ekki passað þegar hann kom. Já. Eða eitthvað, það getur hver ráðið í það, eins og það vill. Eða eitthvað. Komandi jól eru þau 3. þar sem Rauði krossinn, Mæðrastyrksnefnd, Hjálparæðisherinn og Hjálparstofnun kirkjunnar starfa saman að hjálparstarfi við þá sem á þurfa að halda fyrir jólin. Auglýstur verður viðtalstími þar sem tekið er á móti umsóknum.
Síðan verða umsóknir metnar og úthlutanir fara fram í formi úttekta í samkaupsverslunum á staðnum. Einnig verður hægt að fá úthlutað fatnaði og öðru sem til hjá Rauða krossinum og Hertex. Miðað við fréttaflutning af stöðu þeirra sem minnst hafa til ráðstöfunar virðist sem eftirspurn eftir aðstoð, eins og fyrir jólin, fari vaxandi. Hefur Hafsteinn orðið var við það? Já, þetta nú sjálfsagt búið að vera svipað núna en svona tilfinningin alltaf svo að það sé ennþá svolítið erfitt hjá mörgum. Það bara, ég held að svona almenningur fari og hugsi svolítið þessi mál akkurat á þessum tíma, þessum árstíma. Já, eins og segi, það er kannski fyrst og fremst tilfinning hjá mér en þetta sé ansi erfitt hjá mörgum. Takk fyrir þetta. Takk fyrir komuna. Ég ætla að skoða þetta með sjakkettinn. Gerðu það.